Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 9. febrúar er síðasti sunnudagur eftir 13. Þema dagsins er myndun. Í lektíunni boðar Guð komu spámanns sem jafnast á við hann sjálfan. Í pistlinu skrifar Pétur að við getum treyst orðum spámannanna því þeir séu knúðir af heilugum anda. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá, myndaðist Jesús á fjallinu. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Mattheusar 17. kafla. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar myndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við Jesú. Pétur tók til máls og sagði við Jesú: Drottinn, gott er að við erum hér. Ef þú vilt skal ég gera hér 3 tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Meðan Pétur var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skýinu sagði: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hlýðið á hann. Þegar lærisveinarnir heyrðu þetta féllu þeir fram á ásjónur sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra snart þá og mælti: Rísið upp og óttist ekki. En þeir hófu upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinu ofan fjallið bauð Jesús þeim: Segið engum frá sýninni fyrr en mannssonurinn er risinn upp frá dauðum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þema dagsins er myndun, en ég kýs að hafa yfirskriftina í dag: Dýrðarklæði drottins eða dýrðarklæði himins. Þegar Móse fékk sína köllun varð hann vitni að dýrð Guðs og dýrðin var svo mikil að ljómi stóð af andliti hans eftir að hafa talað við drottinn. Síðan það áberandi í mörgum frásögnum þegar fólk heyrir rödd Guðs eða í guðlegri nærveru, að nærvera heilagleikans svo sterk að menn falla fram á ásjónur sínar, falla í svefn eða kannski yfirlið. Jesús hafði tekið 3 lærisveina með sér upp á fjallið, Pétur, Jakob og Jóhannes, og í pistli dagsins gefur Pétur vitnisburð að hann hafi heyrt Guð segja: Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hann skrifaði þessa raust, heyrði ég sjálfur koma frá himni. Þá ég var með Jesú á fjallinu helga. Og eftir þessa opinberun segir Pétur að við getum enn betur treyst orði spámannanna. Því menn hafi ekki beðið með þessa spádóma, heldur töluðu spámenn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Pétur fékk sönnun fyrir guðdómi Jesú, þó honum féllist síðar hugur og hann afneitaði honum eins og kemur fyrir marga á lífsleiðinni. En það sem skiptir mestu máli að hann fylltist aftur trausti til Guðs og varð einn af máttarstólpum kirkjunnar. Það greinilegt á Guðspjallinu að lærisveinarnir mistu úr tíma. Jesús þurfti að snerta þá til að þeir opnuðu augun aftur og þá var sýnin horfin. Það sama gerðist þegar Jesús baðst fyrir í grasagarðinum fyrir handtökuna á skírdagskvöld. Nærvera heilagleikans var svo yfirþyrmandi
að lærisveinarnir gátu ekki haldið sér vakandi. Guðspjöllin segja okkur að Jesús hafi haft kraftmikla guðlega nærveru, svo kraftmikla að menn trúðu að það nægði að snerta hann til að læknast. Og Jesús fann þegar kraftur fór út frá honum, eins og þegar konan með blóðlátin læknaðist. Þegar Jesús ummyndaðist á fjallinu var það ekki aðeins á líkama, eins og textin segir, andliti hans skein eins og sól, heldur ummynduðust klæði hans líka, þau urðu björt eins og ljós. Þarna gaf Jesús þessum lærisveinum og okkur leið innsýn inn í himinin, sýn á dýrðar líkama og dýrðar klæði himins. Fyrsta ummyndunin sem sagt frá í Biblíunni var þveröfug. Það var þegar Adam og Eva misstu dýrðarklæðin sín og urðu nakin. Guð hafði skapað þau í sinni mynd og hefur án alls vafa gefið þeim klæði sem hæfa nærveru við Guð. Því það hvarflar ekki að okkur að Guð hafi gengið nakin í aldingarðinum. Nei, aldingarðurinn var hluti af ríki Guðs, guðleg veröld. Þau voru í klæðum sem þau misstu þegar þau syndguðu. En Guð sendi þau ekki burt nakin. Hann gerði fyrir þau klæði úr veraldlegu efni, skinni. Síðan hefur maðurinn þurft að sjá sjálfur að hafa í sig og á síðustu öldum hefur maðurinn lagt mikið metnað í að vera vel klæddur, vel til fara. En hvernig skyldi Guð sjá klæði okkar í dag? Hvernig skildum við líta út þegar við mætum fyrir framan Guð? Heyrum frásögn Sakarías spámanns, en drottinn Guð sýndi honum hvernig dómstóll Guðs mun virka. Í einni sýn lét Guð Sakarías sjá Jósúa æðstaprest standa frammi fyrir engli drottins. En hægra megin við Jósúa stóð Satan til að flytja ákæru gegn Jósúa. Þessi sýn gæti lýst því að þegar við stöndum frammi fyrir dómstóli Guðs, þá mun Satan krefjast þess að fá þá sem hafa ekki trúna á Guð í hjartanu. Í sýninni þar sem Jósúa stóð andspænis englinum tekið fram að hann var í óhreinum klæðum. Því Guð segir við Satan, þessi maður ekki sem brandur úr báli dreginn. Í 3. Mósebók eru skráðar miklar kröfur sem voru gerðar til þess manns sem Guð samþykkti til þess að vera æðstiprestur, því hann þjónaði í hinu allra helgasta í musteri Guðs. Óhreinu klæðin í sýninni tákna synd. Þannig að Jósúa sem var æðstiprestur var svartur af synd. Hann var sem brandur úr báli dreginn. Engillinn tók þá til máls og sagði við þá sem stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr þessum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við Jósúa, sjá, ég nem burt sök þína og læt færa þig í skrúða. Dómur hafði verið kveðinn upp. Í dómstóli himins verða 2 fulltrúar. Guð fulltrúi hins góða og Satan hins illa. Ef Jósúa var svartur af synd og fékk fyrirgefningu, verður stóra spurningin þessi, hvað dæmt? Já, hvað dæmt? Hvað sagði Jesús sem getur leiðbeint okkur í þessu sambandi? Hann sagði til dæmis, hver sem ekki með mér á móti mér. Og ef við tengjum það við orð Guðs úr Gamla testamentinu, að hann horfi ekki á útlitið heldur hjartað,
Og ef við tengjum það aftur við orð Jesú, sá sem trúir á Son Guðs dæmist ekki. Já, það veltur allt á trúnni. Það er dæmt trú. Jesús er líka drottinn og Guð. Og nú áttum við okkur á að þessi engill sem Jósúa stóð frammi fyrir er Jesús, því aðeins Guð getur fyrirgefið synd. Engillinn sá trúna í hjarta Jósúa og nam sök hans burt. Hann strikaði yfir öll önnur afbrot. Hann lét Jósúa fá hreina ennisspöng og lét færa hann í skrúða. Jósúa fékk dýrðarklæði himins. Það er ekkert minnst á þvott á líkama í sýninni, því að sá sem fær dýrðarklæði fær leið eilífan dýrðar líkama. Engillinn ávarpaði Jósúa meðal annars með þessum orðum sem við getum tekið til okkar. Hann sagði: svo segir Drottinn allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og heldur boðorð mín, skaltu einnig stjórna í húsi mínu. Þú og félagar þínir sem sitja andspænis þér, þeir eru tákn þess að ég mun láta sprota þjón minn koma, því að hér er steinninn, og á einum degi nem ég burt sök þessa lands. Steinninn sem er nefndur er Jesús sjálfur, hornsteinn musterisins. Við byggjum trúna á boðskapnum sem hann flutti okkur, og þegar Jesaja lýsti hverju vantrú á Guð veldur, skrifar hann að trúin á Guð sé helgidómur. Hún verður helgidómur hjartans, en einnig ásteytingarsteinn og hrösunar hella. Margir munu hrasa og falla og brotna. Þeir munu festast í snöru og falla í gildru. Það er gildru vantrúar. Engin einn er betri en annar. Við erum öll eins og brandar úr báli dregnir. Svört af synd. En vegna náðar Guðs erum við hólpin fyrir trú. Á einum degi mun Guð nema sökina burt, sagði hann, og sá dagur er dagur dómsins. Dagurinn þegar Guð lyftir sprotanum og við mætum fyrir dómstól himins. Í 25. Passíusálmi orti Hallgrímur þennan dag drottins. Dýrðar kórónu dýra, drottinn mér gefur þá. Réttlætis skrúðan skýra, skal ég og líka fá, upprisu deginum á. Við höfum ekki ímyndunarafl til að sjá fyrir okkur þá dýrð sem bíður okkar og mun veitast í ríki Guðs, dýrð sem veitist fyrir trú. Á þeim degi sem við verðum kölluð fyrir hásæti Guðs, ætlum við líka að vera tilbúin á mætunum, tilbúin að fá dýrðarklæði himins og hinn eilífa dýrðar líkama. Á þeim degi ætlum við líka að taka við kórónu lífsins. Við getum verið vissum að með trúna í hjartanu getur ekkert á þessari jörð gert okkur viðskila við okkar kærleiksríka Guð, og hjá honum ætlum við að vera eilífð. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.